vel. Nei. Það hefur verið að spila í annarri deildinni, lengjudeildinni. Það eru 2 leikir Hafnir. Þór sem tekur á móti Fjölni á Akureyri. Það er staðan 0-0 eftir 52 mínútur. Grindavík undir gegn Vestra á heimavelli. Náttúrulega Helgi hættur og þá oft rífa lið sig í gang þegar skiptir í brúnni, en það verðist ekki vera að gerast í dag allavega. Ég var nú ekki búin að heyra því að Vestramenn hefðu verið að annarkvort búnir að styrkja sig, að væri á leiðin að styrkja sig meira og ná í útlendinga. Þeir voru búin að sækja allavega einn, maður bara ekki alveg hvernig það var. Nei, en síðan eru Skagamenn tekur á móti Leikni hér, Þróttur Reykjavík tekur á móti Njarðvík, Selfoss tekur á móti Ægi, Suðurlandslægur þar og Afturelding tekur á móti Gróttu. Það verður gaman að sjá hvernig Afturelding í rauninni svona bregst við eftir þetta í rauninni slæma tap gegn Skagamenn í síðustu umferð. Svo geta líka verið að menn sé búin að vera mikla svo mikið fyrir sér að hafa ekki tapað leik og svo tapar maður leik þá kannski svona léttist sú pressa aðeins. Já, akkurat. Svo eru okkar menn að spila í móti við. Já, í Garðinum þar er staðan 0-0 þegar lítið liðið á síðari hálfleik, en þá eru liðin að gera sig klár hér og koma inn á, og það er dómaratríóið og það er meistaradeildar Stefið sem er búið að setja inn í staðinn fyrir Black and Yellow heyrðist mér. Gunnar Freyr Róbertsson, Bergur Daði Ágústsson og Ragnar Arilíus Sveinsson sjáum að stjórna þessum leik fyrir hönd knattspyrnusambandsins. Já, við hverju megum við búast? Er þetta hættulegu leikur fyrir Skagamenn að koma einmitt eftir þennan frábæra sigur á toppliðinu sem var ósnertanlegt? Er hætta á því að menn mæti værukærir hér? Er þetta kannski gott að lenda á móti liði sem er tiltölu ofan í töflunni í næsta leik? Já, ég held að sé alveg gott sjálfstraust í liðinu eftir þennan sigur og leiknismenn eru með frábært lið og eins og í síðasta leik útivelli 3-2 sigur á móti Leikni. Það var Ómar Sá alveg rosalegur, hann var mjög góður, skoraði 2 mörk þar og þeir eru með gott lið og þetta verður bara held ég hörku leikur. Já, ekki spurning. Þetta svipulið held ég bara í bæði spilamennsku og gæð. Já, við munum að sjálfsögðu fylgjast með hvernig gengur á öðrum völlum hér á meðan að þessi útsending er í gangi. Sérstaklega sjálfsögðu með leik Káramanna sem að ég er að reyna að rétta sig af aftur eftir slæmt tap í síðustu umferð gegn Elliða hér á heimavelli. En nóg að vera hjá okkur, það er útsending aftur annað kvöld. Við vekk athygli á því að sá leikur verður í beinni útsendingu hérna. Það er að tekur á móti Fjölni í annarri deild kvenna. Gríðarleg spenna í efri hluta þeirrar deildar. Já. Erfitt. Það er ekkert á milli. Nei, það er galopið. Það voru fyrir síðustu umferð í 7. sæti en með sigri á IR sem að þeir töpuðu síðan með 2 mörkum í uppbótartíma. Mjög sorglegt tap hjá þeim að með sigri þeim leik hefðu þær farið á toppinn. En þær sitja ennþá í 7. sætinu og Fjölnir, ef ég man rétt, situr í öðru sæti núna, þannig að þetta verður ekkert auðvitað morgun. Nei. En við verðum með hann í beinni og hann er einmitt að hefjast líka 19:15 eins og þessi. Þannig að endilega takið frá annarkvöld líka árundu góðir. En þá er bara allt að vera klárt. Skagamenn hefja leik. Það er alltaf skemmtileg kvöldsólin hérna á Norðurálsvellinum. Og þá er þetta komið á stað. Og Skagamenn byrja bara strax á að blása til sóknar hérna. Svona smá gjóla, þetta er nú svo sem ekki mikill vindur, þetta ætti ekki að hafa mikil áhrif á mikil áhrif á leikinn. Nei. En strax markspyrna hérna sem að leiknismenn eiga. Skagamenn í hárri pressu hérna sem er langur bolti fram. Daniel er ekki að taka niður. Jóhannes losar þetta fram. Róbert nær að snúa hérna, fer í árásina, Jón Gísli til varnar.
Ryggur hann tilbaka. Kemur boltinn upp í hornið fram á Só, nú ekki að taka niður. Endar í Árna Marino og Árni Marino auðvitað búinn að höndla það, finnst mér ágætlega að vera markmaður númer 1. Já, bara mjög fínt. Búinn að eiga mjög gott sumar. Gísli nær ekki að taka hennar niður. Kunnuleg uppstilling hjá Skagamunum. Steinar Þorsteinsson auðvitað búinn að vera í öllu svona kannski miðlægara hlutverki í sumar heldur en oft áður. Já. Þar sem hann búinn að vera miklu meira í boltanum. En hefur hendað vel. Róbert, boltinn fyrir Val nær að vera fyrir þessu. En Leiknismenn halda pressunni. Arnór stingur honum hérna inn fyrir á Daniel. Indrið Áki stoppar það og það fyrsta hornspyrnan hér strax eftir einhver 2 mínútna leik. Allt Skagalið tilbaka. Gísli þó fremstur manna, það kannski engin tilviljun. Taka þetta stutt hérna. Hjalti aftur á Daniel, út á Róbert í skotið og Árni Marino þarf að hafa sig allan við að verja þetta. Hörku skot hér, sjáum þetta aftur hérna. Vel útfærð hornspyrna. Gleymum alveg hann og fyrir utan. Ekki í vandræðum með að finna sér opið færið þarna. Góð tæsla. Mjög svo. Og bara hornspyrna hinum megin frá. Vindurinn örlítið með Leiknismönnum. Snýr boltan hérna inn á fjær en aðeins svo langt og hátt fyrir Róbert Hauksson þarna nær ekki að stýra svo markið. Jóhannes fram á Inga, nær að halda þessu inn á en Leiknismenn vinna. Hjalti reynir sendinguna inn fyrir hann. Þetta erfitt við að eiga. Erfið sending þarna, vel tekið á móti þarna í Arnóri. Arnór reynir að koma sér tegin. Ingi nær hann að taka hennar með sér. Já, setur hann yfir á Arnleif. Arnleifur leggur hann út á Indrið í skotfæri hér og hann sendir hann hreinlega hérna. Já. En þægileg markvarsla Blúmskot fyrir Viktor í markinu. En fínasta sókn hérna. Indriði með ágætisfæri hérna. Vantaði aðeins meiri kraft alltaf að snúa hann hérna í kringum pakkan. Gríðarlegt tækifæri auðvitað fyrir Inga í rauninni brotthvarf Hauks Andra eins og maður segir, eins dauður annars brauð en þó að það sé kannski erfitt að kalla dauða að fara út í atvinnumennsku en leið og að myndast þarna glufa þá náttúrulega undir Inga að stökkva á tækifærið. Búin að vera svo sem viðloðandi liðið undanfarin ár. Já, en aldrei fengi almennilegt svona... Ekkert svona líkil hlutverk. Nei, ekki svona run af leikjum eins og hann segir. Nei. Það var eins og á Inga, Arnleifur við það missa hann út af heldur honum þó. En brotið á hann hérna. Arnleifur búin að vera virkilega blöður í sumar. Mjög gott að fá hann tilbaka. Já. Tilbaka, hann er aldrei spilað fyrir meistaraflokk. Nei. Ía. En við könnumst við hann hérna á IA TV frá tíðans með Kára þetta. Já. Sem og Hákon Ingi sem hefur kannski verið, já, ekki spilað jafn stóra rullu í sumar. Nei. Og náttúrulega lenti að meiðast og
Og svo Jón Gísli bara búinn að vera sterkur í bakvarðarstöðunni hægra megin. Einmitt. Ágætlega að spila hjá leiknismönnum hérna. Hjalti sendir hann upp í vinstra hornið. Róbert á flegiferð. Nær boltanum á undan Jóni. Kemur síðan í skotið og þetta er fyrsta markið. Þetta var auðvelt. Já, þetta var það. Jón Gísli kvartar þarna, en ég held að þarna hafi bara verið styrkurinn sem að... Það var ekkert á þetta að stundum mér. En frábært, sjáum hérna, þetta er bara öxl í öxl þarna. Svo gerir hann þetta frábærlega, ég veit ekki hvort Árni mann og sér hann seint eða hvað, þetta er í rauninni á nærstöngina. Já, smá skrítið, en allan að farið í eitthvað annað leiðin inn, kannski. Það gæti verið, en þetta mark hérna strax á 7. mínútu, þetta hlýtur að vekja Skagamenn. Já, vonandi. Spila. Kemur hann upp, Arnur ekki vel. Boltinn betur á Arnór Smárason. Hættuleg tæklingarna hjá honum. Kemur Róbert Hjaltsson aftur. Sendingin í gegn á frábærlega varið hjá Árna Marino. Þetta er gull spjald eða hvað? Já, var nú umræða töluverð atvik sem Arnór Smárason var veriðinn í leiknum gegn Aftureldingu. Já. Og sitt sýnist hverjum auðvitað með það. En hann verðist ætla að sleppa með spjaldið núna. Nei, hann sleppur ekkert með það. Guð spjald. Þetta getur verið hættulegt að fá guð spjald eftir 8 mínútur. Já. Já, þetta er, en það er hérna, Árni Elvar fann verulega fyrir þessu. Ég er nú ekki með þetta atvik til að sýna aftur, en hann fór hann sig hátt með fótinn hérna, Arnór. En já, hvert er þitt mat á þessu atviki í síðasta leik? Var Arnór heppinn að sleppa? Ég veit ekki. Með þetta, það er rosa, þetta er náttúrulega, maður velti niður þetta fyrir sig, maður veit ekki hver þangangangurinn er hjá dómaranum. Er boltinn komin of langt frá sóknarmanninum, er annar varnarmaður einhvers staðar nálægt, er hann að ræna upplöfu marktækifæri, skilur, eða kannski sem að maður vil síður. Ég er ekkert sem að segja eitthvað eitt í rétt eða rangt í þessu. Nei, það er kannski, maður vil kannski síður hugsa út í að hvort að þetta sé á því að þetta var Arnór Smárason. Já, svo getur það oft verið, maður heyri þátt að reynda leikmenn hafi svona aðeins meiri virðingu dómara á. Já. Það búið kannski vinna inn fyrir því. Ungur og óreyndur leikmaður eins og Ingi Sigurðsson hefði gert þetta. Það er spurning hvort það hefði verið annað. Já, ætlaði ekki. En dómarar verður sjálfsögðu náttúrulega fylgja ákveðnum sínum vinnureglum. Það er ekki nokkuð spurning að það hefði verið einhver röksemdafærsla í gangi þarna. Komið leiknismenn. Boltinn fyrir Daniel. Þetta er einhvern veginn bara of auðvelt, finnst mér, fyrir leiknismenn að koma sér í þessar stöður. Við erum að gera þetta vel og þarna er Daniel bara tiltölulega opinn inn á tegnum. Skagamenn ekki alveg mættir til leiks. Nei. Árni reynir að finna Viktor. Það gerir hann. Indriði brotið á honum hér. Þetta sparkaði Róbert Kvendal.
Boltanum burtu. Hlynur. Njarðvíkingar komnir yfir gegn Þrótti á útivelli. Þeir eru að rífa sig hérna svolítið upp. Eða reyna það allavega. Þeir eru náttúrulega að keppast við að þeir eflaust finna lyktina af Grindavík sem að situr í sætinu fyrir ofan. Já. Og verði þetta úrslitin að þá ná þeir að minnka bilið í Grindavík niður í 1 stig og nálgast að komast úr fallsæti. Staðan ennþá 0-0 hjá Víði, Garði og Kára. Gísli Laxdal tilbaka á Steinar. Steinar hótar fyrirgjöfinni, leggur hann aftur á Gísla. Gísli kemur með hann yfir á Fjær. Arnleifur nær skallanum en mátt lítið. Leiksmenn alveg rólegir, halda honum bara. Ómar missir hann. Erfið sending að Steinari. Ekkert á þetta. Já, Steinar, ég held nú að þetta sé svo sem ástæðulausu hjá Steinari. Já. Að pirra sig þarna. En gríðarleg vinsla í leiknisliðinu hérna framan á leik en brotið á Indriða. En svo komst inn á líka fyrir leik að þessi leikur getur skipt töluvert miklu máli fyrir leiknismenn. Já. Þar sem að pakkin í kringum þá mjög þéttur. Vel gert hjá Jóni. Indriði sér yfir á Arnleif, Ingi býður sig í hornið. Sendingin kemur, en Arnór Ingi á undan. Þessi sending beint á Indriða. Arnór. Og til hægri, sendingin tæp, en spurning hvort að Róbert hafi snert hann þarna, nei. En hér liggur einn leiknismanna. Það Árni Elvar? Síðan á hann? Já. Sýnst það. Já, eftir tæklingunum frá Arnóri. Já. Þannig hvort við notum tækifæri og rifjum upp þetta mark sem að Róbert Hauksson skoraði áðan. Já, þetta ekki við sem að Jón Þór Hauksson sé ánægður með varnarleikinn og markvörsluna þarna. Nei, það held ég ekki. Spurning hvort að Árni Elvar að fara að ná að halda áfram leik hér. Byrjar að hita upp allana leiknismadur. Fimmtán mínútur liðnar. Leiknismenn í góðri stöðu hér. Steinar nær að framlengja þetta á Viktor. Aftur á Steinar. Steinar, Indriði kemur í hlaupið, þessi sending kannski full á. Indriði nær honum, tilbaka á Arnleif. Arnleifur reynir að fara fram hjá Róbert, þarna gengur ekki, Róbert gerir þetta vel. Skemmtileg sending. Jóhannes. Ingi, brotið á honum eða hvað, það er farið í hann hérna. Ekkert dæmt hins vegar og kemur boltinn langur. Hlynur eldir eins og Hundsó klárar þetta frábærlega en
ég er viss að það verður eitthvað umtal það sem að gerðist hérna á undan. Hann liggur ennþá hann Ingi Já. Þetta mark hér á 16. mínútu og já, við skulum sjá markið aftur. Kemur hérna bara löng sending í gegn og svo er bara einfallega fljótur fyrir hlinn og gerir þetta virkilega vel að klára þetta, býður eftir Árna, setur hann fram hjá honum á hárréttum tíma, en hérna rétt áður þá gerðist þetta. Þóanes með boltan fram á Inga og já, farið í hann. Það er spurning hvort að þeir nær í boltan hann fyrst. Ekki gott að segja. Kannski náum að sjá þetta einu sinni enn örlítið hægar. Og ná kannski að það kemur sendingin. Nei, hann nær ekkert í boltan. Nei, þetta er brot. Þannig að ég skil vel að Skagamenn séu pínu ósáttir. Já, en menn verða samt að geta ekki hætt bara og glemt sér. Þetta er því miður. Svona er þetta bara, það er ekki var í fyrstu deild karla á Íslandi. Nei, en svo með sitt 9. mark í sumar. Já, sigur 3. mark hans á móti Skagamönnum í sumar. Gert Arnór. En það er aldeilis brekka sem að Skagamenn eru búin að koma sér í hér. Arnlaugur heldur hann inn á fyrir stað. Ingi Þór vill komast inn á. Kemur inn á. Arnlaugur missir hann. Pressar. Fín tækling hjá Arnlaugi. Boltinn beint á Indriða, hann finnur Steinar. Steinar skilur hann eftir fyrir Inga. Ingi á Arnór, hann tilbaka á Indriða. Þetta er skemmtilega spilað hjá í hann. Jón með boltan inn á teig. Og Viktor í baráttunni, nær ekki til hans. Gísli skotið og það er að varnarmanni og aftur fyrir. Þetta var fín sókn hjá Skagamönnum. Mjög góð. Sjáum þetta aftur hér. Jón. Það vantar hársbreyt þarna upp á að Viktor ná í þennan. Og það er Arnór Smárason sem tekur þessa fyrstu hornspyrnu Skagamanna. Snýr þetta inn að markinu, boltinn rekkur út úr teignum á Gísla sem fer í skotið. Það er yfir markið. Skagamenn að gera sér líklega til að svara fyrir sig hérna. Þá er höfuðhögg. Ómarsó. Jú, það er nú bara Viktor Freyr, markmaður sem að kýlir í hann á leiðin út. Grindvíkingar búin að jafna gegn Vestra, það er staðan 1-1. Njarðvíkingar 2-0 yfir núna gegn Þrótti og enn markalaust hjá Víði og Kára. Já, Ómarsó staðan á fætur, 20 mínútur liðnar, staðan, já, þetta er staðan sem við vorum hættir að kannast við hér. Já. En gleymum því ekki að Leiknisliðið hefur átt ágætu gengi að fagna gegn ÍA. Þetta er náttúrulega tiltölulega ungt félag. Og ÍA unnið ef ég man rétt 11 viðureignir gegn Leikni en Leiknismenn 8.
fyrir þennan leik. Hafa oftar en ekki reynst undanfarin ár. Skagamönnum erfiður ljár í þúfu sko. Mjög erfiður. Hjalti með boltan fyrir leikni. Yfir á Arnór. Það var það Róbert. Kemur inn á völlin. Ingi brýtur á honum hana. Og leikurinn átt að fá að fljóta. Áhugaverð. Það leifa leiknum að halda áfram svona. Daði lyftir þessu inn fyrir á Daniel. Daniel út í teginn og þarna boltinn laus í tegnum. Hlynur kemur þessu frá. Leiknismenn halda pressunni áfram hérna og brotið á Inga. Já. Já, maður heyrði að Halli aðstoðarþjálfarinn vildi nú meina að Daði væri orðinn svona síbrotamaður að minna dómarann á að ekki að ég hafi tekið neitt sérstaklega eftir því. Jóhannes reynir að finna Inga, gengur ekki. Boltinn rekkur fyrir Indriða, hann á Viktor. Viktor tekur hann með sér. Lyftur honum út til hægri á Gísla Laxdal. Jón Gísli kemur í stuðninginn þarna, fær hann. Arnór. Má miskilningur þarna, sendingin út í hornið. Gísli nær að halda þessi inn á. Tilbaka á Jón, boltinn inn á teginn. Steinar fær hann í sig, út á Indriða. Indriðinn skotið, það er að varnarmanni. Það er að teygja sig í hann hana. Og það er Arnór að passa sig svo sem. Hann er eitthvað spilna dæmt. Það er ágætlega vel mætt á leikinn. Já, enda... Fínasta veður. Já, fínasta veður árið. Þetta er betri leiktími heldur en föstudagskvöld. Já. Þetta er bara mjög fínt. Já. Svo lifir suma tíma, fólk er heima á sér, langflestir. Sem sigla alla leið til Árna Marinós. Sigur Ríkars allan að mætt. Já. Arnór. Skrítin sending frá honum. Það er spurning hvort að Jón Þór gerir breytingar í hálfleik. Það virðist nú alveg vera þörf fyrir því. Já, Ingi á Steinar. Steinar er að halda honum, aftur á Inga. Þetta er Jóhannes Val. Það hver að róa þetta niður aðeins. Já, með smá miskilningu milli hans og Viktor þarna. Indriði gerir vel og brotið á honum hérna. Leikurinn fær að fljóta. Arnleifur nálgast vítateginn. Komin upp að endamörkum, missir hann aðeins og langt frá sér. Og þá er spurning með gult spjald hér á Árni Elvar. Fær núna gult spjald. Já, Árni Elvar að fá spjald. Fyrsta spjald leiknismanna. Hann virðist vera búinn að ná sér. Já. Daniel Indriði sækir vel á hann hérna og síðan er aukaspillan upprunalega dæmd á Indriði Áka. Þetta er vel leist hjá leiknismönnum. Arnór fram á Róbert og Daniel frábærlega að spila Daði síðan setur hann inn fyrir en Árni var nú vel á verði þarna núna.
virkilega vel leyst þessi pressa og þá fara þeir, þetta eins og í körfunni, þeir brjóta pressuna og fara þeir ráðast á körfunni eins og þeir gerir í körfunni. Nema hvað, þá fara menn alla leið með þetta. Ingi tilbaka á Jóhannes. Indriði, hann tilbaka á Átna. Á Hlín. Slaugsend, nei, þetta bjargaðist, það leiti ekki vel út þarna í augnablik. Það er Jóhannes Val. Jóhannes, það er ennþá svolítið bakkurur í honum, langar að stundum að fara hérna fram, finnur Viktorinn á tegnum. Viktor, aðþrengdur hérna, reynir að finna Arnleif, gengur ekki. Innkast. Tilbaka á Val. Val aftur að leita Viktori. Daði lesi þetta vel. Arnleifur mættur. Arnleifur fær hann síðan aftur hérna. Kemur með boltan inn á teginn. Þeir ná að koma þessu frá. Indriði hirðir hann þarna. Togaði í treyjuna hjá honum og aukaspyrna réttilega dæmd. Þá er það Arnór Smárason með aukaspyrnu hérna á hættulegum stað. Arnór inn á fjársvæðið, Hlynur upp í boltan, hittir ekki á hann, boltinn er laus í tegnum, Jóhannes Val með skotið en í pakkan Arnleifur út á Gísla. Gísli með hann inn á fjær, þar er Arnór Smárason mættur í skallan en vel varið hjá Viktori Frey. Ágætis sóknarna hjá Skagamönnum, endaði í hættulegu færi. Frábært hlaup hjá Arnóri, en vantar að finna kraftinn í skallan. Skagamenn svona að ná yfir tökunum aðeins. Halda boltanum aðeins meira. Arnór Smára eitthvað haldrandi hérna. Jón Gísli með flotta skiptingur á Arnleif hérna. Arnleifur vinnur hotspyrnu væntanlega fyrir Skagan. Já, það er kannski ekki góða fréttir að ef Arnór er eitthvað tæpur. Njarðvík 3-0 gegn Þrótti og Fjölnismenn en þá 1-0 yfir gegn Þór og þá er þeir komin upp í annarsæti. Já, gríðarlega mikilvægur sigur þar. Kemur boltinn fyrir markið og Viktor Jónsson stekkur hæst og neglir þetta í netið. Frábær hotspyrna hjá Arnóri. Þetta er nú búið að vera tenging nokkru sinnum í sumar. Sjáum þetta aftur. Viktor Jónsson er bara á eldi þessa dagana. Sjáum bara kraftinn í þessu. Við sjáum hvað er beitt fyrir aftan hann, Hlynur Sævar. Já, og Viktor Jónsson nær að rétta þetta. Þetta er spurning hvort að endurkoman er hafin. Það hlýtur að kveikið þeim. Já, en þetta er svo sem Skagamenn eins og ég var að tala það rétt á hann. Það virtist vera komnir með svona undirtökin í leiknum. Neði boltan. Spila hann bara niður. Hlynur. Þriðja markið, þetta mikilvæga þriðja mark. Já. Arnór. Enn eitt markið úr föstu leikadriði líka, það má nú ekki gleyma því. Það væri nú áhugaverð tölfræði að taka saman hversu mörg Skagamenn hafa skorað eftir aukaspyrnur eða... Nei. Sendingin inn fyrir á Inga. Ingi, frábær sending yfir á Viktor. Viktor með hann á vinstri, leggur hann yfir í Steinar. Hann framlengir á Gísla, fyrir skotið. Og
Nú var það Steinar sem að fylgir eftir þarna. Frábær sókn Skagamanna sem að hófst reyndar listilega vel spilað hérna. Frábær. Og þarna Steinar bara hreinlega óheppinn að setja þetta ekki á ramman. Já, Skagamenn virðast vera vaknaðir allavega sem að vantaði nú upp á hérna framan af. Já. Grindvíkingar búin að jafna gegn Vestra. Staðan 1-1 þar, einhverjar 6 mínútur eftir á þeim leik. Það venjulegum leiktíma þarf að segja. Og enn markalaust hjá Káramönnum. Urðu náttúrulega fyrir blóðtöku daginn þegar að Martin Theodórsson skipti yfir í IA sem er á varamannabekknum hér í dag. Já, var tekinn tilbaka úr láni. Það er áhugavert að sjá hvort hann fá hann ekki að spila svolítið hérna. Stóð sig gríðarlega vel með Káramönnum. Já. Það var að spila svona tiltölulega nýtt hlutverk inn á miðjunni. Ofta sé hann út við línu, annað hvort í bakverði eða á kantinum. Já, akkurat. En leiknismenn eiga hornspyrnu. Stinn inn á tauginn, Átni úti, hann rétt missir á honum, nær þó að plagga honum frá, svo með frákastið setur hann út á Róbert. Hann á Daniel rekinn tilbaka, skiptingin yfir á Elvar Árna. Hann er að halda þessum inn á. Setur hann út. Kemur langur bolti til hægri, Róbert. Rangstæður. Káramenn komnir 1-0 yfir á 89. mínútu. Spurning hvort við erum með markaskoraran. Held ekki mikilvægt fyrir Káramenn að koma tilbaka. Þetta er ekki auðveldur útivöllur. Nei, alls ekki. Selfyssingar einnig 1-0 yfir á Selfossi gegn Ægi. Alltaf gerast og rautt spjald á Víði á svipuðum tíma. Spurning hvort að þetta mark hafi komið úr vítaspyrnu eftir eitthvað svoleiðis. Það kemur allt saman í ljós. Kemur hættulegu bolti, sjáðu hvað Só er fljótur, Árni nær að loka á hann. Þeir eiga ekki roði hann á sprettinum. Og Hlynur og Jóhannes eru nú ekki hægir. Nei. Leiknismenn leysa þetta vel, Indri vinnur hann hérna á miðsvæðinu. Arnór nær að snúa, setur hann lengra út, sendingin óvennilega, en þá kannski getum við séð aftur þetta færi. Þetta er bara leið 1 hérna. Smá misreiknar boltan hérna, Hlynur Sævar. Já, Skagamenn fá hornspyrnu. Já. Og það er Arnór sem að tekur hornspyrnuna. Arnór snýr þetta út í tauginn, Hlynur Sævar í smá árekstri þarna við Elvar Árna. Arnleifur síðan með hann yfir á Fjær, yfir allt. Boltinn rekkur á Arnór, Steinarinn, hann stýr honum í netti, gengur ekki, Indri leggur hann út. Þetta er ekki búið, Arnleifur fer í árásina og vinnur aðra hornspyrnu. Tíu mínútur eftir að fyrri hálfleik hér. Grótta
komnir yfir gegn Aftureldingu, að hrikta í stóðunum í Mosfellsbænum. Boltinn inn á fjær, svo skallar þetta út í teginn, Gísli fer í skoti, fastu bolti rétt fram hjá markinu en af varnarmanni. Anna Hótt, þarna erum við hættulegastir. Sjáum þetta, enn eru Skagamenn að skapa hættu úr hornunum. Og Ingi býður sér stutt hérna núna, Arnór. Langur bolti yfir á Hlyn sem hann nær ekki að skalla hann aftur inn á pakkan. Og ekki á markið heldur. En já, talandi mikilvægið, ef að Gróttumenn konir yfir gegn Aftureldingu sem Grótta og Leiknir auðvitað í mikilli baráttu. Eins og staðan núna í leikjunum þá þetta ekki að spilast á besta veg fyrir heldur Skagamenn. Nei, þetta ekki gott. Sérstaklega ef Afturelding, ef að þeir tapa stigum í dag þá náttúrulega sigur fyrir Skagan hér gríðarlega mikilvægt. Já, og eiga ennþá á leikinni. Já. Steinar gerir þetta vel, flyttur hann áfram á Viktor. Hann tilbaka á Arnór, Arnór síðan á Jón. Jón með dálítið hlaupaplási hérna, Róbert eldir boltinn inn á teginn og þetta skallað aftur fyrir Skagamenn verða staðránir að jafna þetta hérna fyrir hlé. Já. Konar 3 mínútur uppbótartíma í garðinum, við erum alveg með augun límd á því. Njarðvíkingar konur í 4-0 gegn Þrótti og þar bara 34 mínútur búnar. Það eitthvað stórkostlegt í gangi þar. Ekki nýþjálfari þar líka? Jú, endurfæðing einhver að eiga sér staði í Njarðvík. Kemur Arnór með hornið yfir á fjær, kýlt frá, Gísli tekur frákastið en einu sinni nær ekki að stýra þessu á markið. Fjölnismenn kláruðu leikinn fyrir norðan 1-0 og eru þar af leiðandi í öðru sætinu núna eins og staðan akkurat núna í lengjudeild karla. Daniel tilbaka, Róbert vel spilað til Daniel aftur, Steinar vinnur vel tilbaka, Só með góða snertingu á Daniel. Þá Róbert úti vinstra megin, fer í árásina, fer á hægri, Indriði mættur til að stoppa þetta. Leiknismenn aðeins að halda í boltan. Róbert það vera sprækur hérna. Þá Elvar Árna, Daniel eftir á Róbert. Jóhannes til varnar, kemur þessu frá út af Árni Elvar heitir hann auðvitað, ekki Elvar Árni. Það einhver allt annar. Brotið á honum væntanlega Indriði sem dæmdur brotlegur. Já. Og aukaspyrna hérna á ansi hættulegum stað. Daniel Finn sem stór hættulega vinstrilöp. Leiklokið í garðinum, 1-0 sigur Káramanna þar undir lokin. Við fögnum því hér Skagamenn. Spurning hvort við náum að komast að því hver skoraði þetta mark. Getur hann komið með það í síðari hálfleik hér. En hér eru tæpar 5 mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Daniel Finns. Mattíasson að fara að taka þessa spyrnu. Beint í vegginn, fær hann til sín aftur.
leggur hann tilbaka á Andi Hóti. Langur bolti, Árni Elvar nær ekki þessum. Langur bolti hengt fram á Viktor. Það yfirleitt áreiðanleg leið. En leiknismenn vinna boltan aftur. Hjalti út á Róbert. Fær hann aftur inn á teignum hérna. Og boltinn fyrir markið en Árni Marino grípur vel inn í. Indriði. Svo eftir honum. Finnur Jón. Og róa þetta niður. Það var það leiknisliðið svo sem þokkalega skipulagt þessa stundina. Flestar leiðir lokaðar. Arnleifur skýtur sér hérna inn fyrir, fær góða sendingu frá Jóhannesi. Arnleifur með boltan fyrir markið. Rekkur út á Arnór. Arnór hættir við að fara til hægri, lyftir honum inn fyrir á Viktor sem nær skallanum og það er engin rangstaða. Þarna voru einhverjir að bíða eftir flagginu, sýndist mér af varnarmönnum. Frábær sending frá Arnóri en Viktor er ekkert rangstæður. Alls ekki. En vantaði lítið upp á að þessi skalli næði yfir. Og pressa. Leikloki í Grindavík. Þar endaði leikurinn 1-1 eftir að Vestramenn komist yfir. Það gerir ekki mikið fyrir hvort lið. Nei. Arnleifur með boltan út í teginn og Grítinn varna að vinna þarna. Hjalti heimlega lagði boltan tilbaka. Stórhættulegt. Eitt langur. Já, myndi breyta miklu fyrir, hálfleiks spjallið. Gísli Laxdal vinnur hornspyrnu. Það var Jón Gísli. Hann meitt sig það. Já, Róbert. Fyrsti markaskorari í leiksins. Það fyrir einhver smá hjaskið þarna. Þá er það Arnór. Sama Hlynur Sævar byrjar utalega hérna. Fela sig. Kemur núna inn á teginn. Viktor í baráttunni. Þeir skalla þetta frá. Róbert síðan lengra. Arnleifur tekur hann niður. Finnur Inga. Ingi með góða snúning hérna. Boltinn er ennþá inn á. Hann kemur boltanum fyrir markið og Viktor nær ekki að skalla hann. Og enn er Gísli að taka frákast hér. Lyftur honum inn á fjær. Hver er þar annar en Viktor Jónsson með skallan en endar með því að Viktor Freyr handsamar hann. Sjáum aftur hérna síðari hlutana þessu. Erfitt að ná krafti í skallan. Þetta var svona frekar lausbolti. Komur í vandræði hérna. Viktor Jónsson. Viktor er ennþá að eigast við hér. Fekk eitthvað. Högg á hnéð. Vonaði að þetta sé högg en frekar en snúningur. Þá er venjulegur leiktími liðinn. Já, það verðist nú. Já. Þá er það Skagamenn að sjá hvort þeir ná að kreista fram mark hérna undir lokin á fyrri hálfleik. Indriði með flotta sendingu inn fyrir á Arnleif. Arnleifur leggur hann út. Steinar missir hann frá sér.
óheppinn þarna, Viktor í baráttunni, Steinar, nei, hann honum ekki. Indriði tilbaka á Jóhannes Val. Náði ekki að gera sér mat úr þessari góðu stöðu hérna. Og það Skaginn sem á þetta innkast. Þetta er bara vitlaust. Já, allavega var þetta beint fyrir fram að bekkinn hjá leiknismönnum. Hlynur. Jóhannes hengir hann fram á Viktor. Frábærskalli. Steinar setur hann yfir til hægri á Gísla sem nær ekki að taka niður. Spurning hvort að Steinar hefði ekki átt að hreinlega skjóta þarna sjálfur. Sjáum þetta hér. Frábærlega gert Steinar. Hann kannski ekki með rétta vinkilinn á þetta. En Gísli kannski klaufið þarna. Það hefur nú verið svona nokkur stopp í hálfleiknum, þannig að kannski ekki óveðlegt að fari 2-3 fram yfir. Indriði tilbaka á Jóhannes Val. Skagaliðið verður með vindinn örlítið á eftir sér, í bakið á eftir. Í sér hálfleiknum, Steinar nær að snúa hérna. Steinar reynir fyrirgjöfina, þetta endar í innkasti. Jón Gísli snöggur að taka þetta á Steinar. Steinar með fyrirgjöfina, hár bolt yfir á fjær. Ingi nær skallanum en nær ekki að stýra þessu á markið. Þá spurning hvort að þetta sé ekki bara komið í fyrri hálfleik. Viktor spyrnir frá markinu. Svo fær hann yfir sig hérna, Róbert Hauksson, fyrstur á hann. Leggur hann tilbaka. Komnar 3 mínútur fram yfir, rétt rúmar. Leiknismenn í vænlegri sókn eða hvað. Steinar nær að hindra þetta. Og leiknismenn spila þessu bara tilbaka. Kemur langur bolti beint á Arnleif. Tilbaka á Árna Marino. Lítur á klukku sína hér. Þeirrast nú flestir verða að bíða bara eftir flautinu. Já, þetta eitthvað að fyrir það langt. Það verða 4 mínútur hérna. Jóhannes Val reynir að finna Inga. Ingi nær að fleyta honum áfram upp í hornið og þá flauta til hálfleiks. Staðan 1-2. Leikni vel hér í hálfleiknum eftir frábæra byrjun leiknismanna. Það sem að Skagamenn voru í rauninni bara ekki með þarna fyrstu 20 mínúturnar. Það bara mætti ekki. Nei, Róbert Hauksson kom þeim yfir á 7. mínútu. Skulum rifja upp mörkin. Stígur hérna Jón Gísla út og nær síðan föstu skoti hérna á nærstöngina Árna Marino. Má kannski setja spurningamerki við það. Síðan kom annað markið á 16. mínútunni. Það var Ómar Só sem fær bara langan bolta í gegn hérna eftir að Skagamenn vildu fá aukaspyrnu. Ótrúlega yfirveguð afgreiðsla hjá honum. Bíður eftir tæklingunum frá Hlyni og bíður eftir Árna. En síðan á 29. mínútu fengu Skagamenn hornspyrnu sem að Arnór Smárásson tók og hitti beint á kollin á Viktor Jónssoni hverjum öðrum sem að minnkaði munin í 2-1 og þar við situr og já, hvað heldur þú Auðuna að Jón Þór sé að fara að messa yfir sínum mönnum? Ég held að hann sé klárlega ekki ánægður. Hann ekki sáttur. Þetta búið að vera svona, já, upp og niður. Þetta kom svona ágætiskafli hérna undir lok fyrirhálfleiks en ég get alveg trúið að hann geri breytingu í hálfleik. Já. Albert Tattsson á bekknum. Spurning bara hversu heill hann Já. En það aldrei að vita. Við sjáum það hérna eftir cirka 15 mínútur. Við tökum okkur hlé og komum aftur með síðari hálfleik hérna
Já, og kannski fréttir að markaskorari í garðinum Já, vonandi. í síðari hálfleik, ekki fara langt.
Jæja, góðir, velkomin aftur, Örn og Auðun heils ykkur hérna úr stúkunni á Norðurálsvellinum, staðan 1-2 í hálfleik. Hérna rétt fyrir hlé, þá náttúrulega fengum við staðfestingu á því að Káramenn sigruðu 1-0 í dramatík í lokin. Þú ert með fréttir að þessu? Já, ég fekk þar fréttir að Hilmar Halldórsson hafi skorað úr víti á 89. mínútu, þar sem að 2 leikmenn Víðis voru reknir út af. Alvöru varnarsigur, sögðu þeir hérna úr garðinum. Þetta var frábær sigur og virkilega mikilvægt fyrir Káramenn. Hilmar Halldórsson að kveðja Káramenn því miður. Hann að fara aftur til Bandaríkjanna í skóla og hann stimplaði sig út með góðu marki. Já, við óskum honum að sjálfsögðu góðs gengis í því. En hér framundan spurningin hvort að, Skagamenn mér sýnist engin breyting í hálfleik. Nei, engin breyting. Allir leikmenn beggja liða bara mættir út á völl. Og en það ennþá smá eftir af brekkunni sem Skagamenn voru komnir í. Lentu hérna 2-0 undir og fyrstu 20 mínúna voru þeir bara einhvern veginn ekki til staðar í leiknum og leiknismenn í rauninni bara slóðu á algjörlega út af laginu. Já. En komu tilbaka og náðu ágætis þannig séð stjórn á leiknum en leiknismenn héldu sjó, staðan ennþá 2-1 fyrir gestina. Og en Skagaliðið þannig skipaði Árni Marinn og í markinu í 4 manna varnarlínu, Arnleifur í vinstri bakverði, Jón Gísli hægri, Hlynur Sævar og Jóhannes Val. Síðan á miðjunni fyrir framavörnina Arnór Smára og Indrið Áki, Steinar Þorsteins fyrir fram að þá. Á vængjónum Ingi Þór og Gísli Laxdal og síðan Viktor Jónsson uppi á topp. Hlynur vel að verði þarna. Í markinu hjá Leikni Viktor Freyr. Síðan í 4 manna varnarlínunni, 3 manna varnarlínunni í rauninni, við lefum mér að segja. Já. Eru þeir Ósvald Jarl, Andi Hóti og Arnór Ingi. Síðan á miðjunni þeir Daði Bærings og Árni Elvar. Og örlítið fyrir framan þá þessi maður hér, Daniel Finns og Hjalti Sigurðsson. Síðan í 3 manna línunni fremst eru þeir Róbert Kvendal og Róbert Hauksson og upp á topp Ómar Só. Byrjunarliðin ennþá hér inn á, Ingi skiptir yfir. Þetta erfiður bolti fyrir Gísla, víst hann lét hann lenda þarna. Arnór Smárason þarf að passa sig. Já, fékk gult spjald eftir 8 mínúna leik. Já. Hann er ekki þekktur fyrir að gefa eftir samt sem áður. Nei. En hann er aldrei að fara út að nema bara á rauðu spjaldi held ég. Já. Við vorum aðeins að ræða aftur gula spjaldi sem hann fékk í Mosfellsbænum og samkvæmt svona virðist vera samkvæmt svona hægri sýningu á þessu atviki að hann hafi náð í boltann að einhver leyti sem hefur eflaust litað ákvörðun dómarans. En Hlynur Sævar hvort hann hefur fengið hné í lærið þarna. Staðan í öðrum leikjum í lengjudeildinni, náttúrulega eins og sögðum við hann, heil umferð. Fjölnismenn sigruðu Þór 1-0 á Akureyri, Grindavík og Vestri gerðu 1-1 jafntefli, þeim leikjum lokið. Síðan í hálfleik var staðan 4-1 fyrir Njarðvík gegn Þrótti í Laugardalnum. Selfoss 1-0 yfir gegn Ægi og Grótta 1-0 yfir í Mosfellsbænum gegn Aftureldingu. En Hlynur Sævar
Fær hér aðlýningu. Mario Majic, hljóta einhverjir að freistast til að kalla hann Magic. Já. Hann búinn að víst reynast meiðslalistanum hjá Skagamönnum mjög vel. Já. Já, maður hefur heyrt að hann hefur hreinlega bara slegið í gegn út í æfingaferðinni út á Spáni. Já. Það bara strax stimplað sig inn þar. Gríðarlega mikilvægt starf sjúkraþjálfara í svona klúbbi. Ekki spurning. Þetta geti verið verst á morgun. Já, Hlynni, ef þetta er það sem maður sýnist högg á lærið. Já. Það var í lagi fyrir Vestló. Hlynur kominn aftur inn á. Jón skiptir hérna yfir á Inga sem er að fleyta honum áfram. Það er skalla frá. Og Arnleifur búinn að vinna hann þarna aftur. Arnór reynir sendinguna. Hann hrekkur inn fyrir á Steinar. Steinar á fleygiferð. Arnór Ingi á eftir honum er að loka á hann og fyrirgjöfin í Arnór og Arnór fær boltan í hendina hérna eins og við segjum á gulu spjaldi. Þetta er alveg á mörkunum. Spurning hvort við erum með þetta aftur hérna. Já, þetta er alveg á mörkunum hjá Arnóri hérna. Jóhannes Valli mikill í baráttu við sá hérna hefur betur. Og fer af stað. Jóhannes fer af stað og Ingin er ekki að finna hann hérna. Og Jóhannes þarf að taka rölti tilbaka. Frábær sending hérna inn á Steinar. Steinar út á Gísla. Gísli fer af stað, kemur með boltan inn á teginn og hann er Viktor Jónsson með skotið. Það varið. Ekki rámsta frábær sending. Já, þarna þetta hefur við verið að sjá hjá Gísla örlítið undanfarið. Hér er hann bestur og Viktor vel staðsettur. Það hlýtur að vera munaður fyrir vængmann að hafa mann eins og Viktor sem að þú veist að er að fara að þefa upp alla fyrirgefni. Þú getur náttúrulega sett hann bara hvert sem er. Já. En Viktor Freyr hins vegar náði að verja þetta. Það var nú erfitt færi svo sem fyrir Viktor Jónsson. Kemur Arnór með hotspinnuna, snýr hann inn að markinu núna. Viktor slæðir þetta út. Það er Viktor Jónsson. Það er ekki að skalla hann, tekur hann niður, reynir skotið, boltinn, best á Hlyn! Viktor ver þetta. Þetta var mjög vel varið. Virtist ekki vera. Fær hann aftur. Gerir vel. Inn á teginn, skalla tilbaka af Hoti þarna. Og kannski náum við að sjá aftur þessa markvörslu. Boltinn berst þarna á Hlyn og Potar hann upp í hornið en já. Mjög vel varið. Virtist allt voða slísalegt en þetta var í rauninni bara með betri færum sem Skagamenn hafa fengið fyrir þetta markið. Föst leikadri. Þau eru hættulegust. Viktor finnur Inga með smá viðkomu þarna. Kemur hörku tækling hjá Hoti. En löglega mati dómarans. Róbert. Nú Gísli pressa vel á hann hérna. Rekkur hann tilbaka. Viktor lyftir þessu fram. Arnleifur virtist nú alveg vera með þennan bolta og þessi bolti af Róberti en aukaspyrna dæmd á Hlyn fyrir hrindingu. Mark fljótlega frá Skagamönnum gæti nú aldrei hleypt lífi í þetta en hangi leiknismenn á þessu mjög lengi þá gæti farið það kannski að gæta. Býtu við, hér berst boltinn inn á Só sem að setur hann fyrir markið og þetta er stór hætta. Fór gegnum allan pakkan hann. Þetta voru Skagamenn bara heppnir. Vel gert hjá Gísla Laxdal sem hann er að hreinsa þetta frá en leiknismenn aftur konum með boltan. Arnór
og Daniel Róvarta niður. Hjalti finnur Róbert, vilja fá aukaspyrnu, fá ekki, en þarna Ingi aðeins að teika, eins og maður segir, og þá sjáum við aftur hérna þetta upphlaup leiknismanna, frábær sending og svo það þessar litlu hreyfingar sem hann tekur, sem hann á einhvern veginn að fipa varnarmennina. 9 mínútur liðnar hérna síðari hálfleik og leiknismenn aðeins að vakna til lífsins á ný. Daniel snýr þetta inn að markinu, það kemur skallinn rétt fram hjá markinu. Ekki það, Árni Marino var alveg með þetta. Ég finnst gaman að vera að byrja þennan seinni hálfleik svolítið eins og við byrjuðum fyrir hálfleikinn. Ekki alveg með á nótunum. Arnór Ingi Kristinsson hérna með skallan framhjá. Hlynur inn á miðsvæðið á Viktor, hann út á Jón Gísla, en frábærlega gert hjá Ósvaldi. Hjalti með góða sendingu á Só. Aðþrengtur, þarna voru þeir báðir konur í hann, Hlynur og Jóhannes Val. Það bara það sem það þarf. Já. Indriði vel spila hjá honum og Inga. Ingi innfyrir á Steinar, þessi aðeins og langur, Hóti á undan. Og Viktor kemur út í þetta. Já. Og Steinar, svo sem liggur ennþá, þetta var... En komin á fætur núna. Það var Róbert á Daniel. Daniel lyftur þessu inn og Só alveg aðleitnar og Árni Marino með ótrúlega markvarslu. Hvað var í gangi þarna? Já, þetta er grunnsamlegur varnarleikur. Sjáum hlaupið á Só hérna, hvernig hann finnur sér svæði hérna. Þetta er í rauninni ótrúlegt að hann skori ekki þarna. Hann trúir varla sjálfur. En þvílíkur gæða leikmaður. Fljótur, greinilega mjög lunginn að staðsetja sig. Hver er íðarlega sterkur. Kemur hótspyrnan. Árni Marino kýlar þetta frá Gísli. Tekið niður. Vandræðum hérna, Hjalti með skotið, Arnleifur er að koma sér fyrir. Og kemur Róbert. Arnleifur til varnar. Róbert með fyrirgjöfina og það er Daði sem að skallar þetta í netið. Þetta er ekki það sem heimamenn þurftu hér. Það er fyrirliðinn, var það ekki Daði Bærings Halldórsson? Nei. Var það ekki hann? Það var Andi Hóti. Sem að skoraði þetta mark hérna. Sjáum þetta aftur hérna, Róbert Quintal. Þarna er hann Arnleifur, þarna finnst mér vanta einhverja varadekningu, einhvern stuðning við Arnleif þarna. Hann var heillengi 1 á 1 og Róbert er bara allt og góður leikmaður til þess að leyfa mönnum að koma að setja menn í þessu stöðu. Og staðan versnar enn fyrir Skagamenn. Það er spurning hvað Jón Þór gerir. Já.
Þetta er kærlaust. Arnór gerir ágætlega þarna. Erfið sending. Hlynur fer niður, Hlynur Sævar væntanlega að fá gult. Nei, hann sleppur við það, virðist vera. Nei, eitthvað. Nei, hann hlýtur að fá spjald núna. Jú, Já. það er þannig. Albert Haftinsson að koma inn á. Ingi Þór út af. Þessum ágætisleikur hjá Inga Þór í dag. Spurning hvort hann fari. Albert fari bara beint út á vinstri kant. Já, mér syns það. Já, bara maður fyrir mann. Það þarf að gera eitthvað. Já, það var vonandi að Albert kom með eitthvað nýtt inn í þetta. Gengur ekki svona. Vel lesið hjá Jóni Gísla þarna. Ósvald kastar þessi inn á. Só hérna. Hlynur pressa stíft á hann. Só gríðilega sterkur. Finnur Daða. Hann á Árna Elvar. Reyna að træða þetta í gegn. Mörnin heldur að þessu sinni. Indriði og Daði að næla sér hérna í klárt gult spjald. Já. Hlynur Sævar alveg brjálaður. Já, þetta var eins klárt gult og það verður. Hlynur vill meina að það hafi verið brotið á honum en áðan. Getið bara og kvartaði aðstofadómarann. Strax missaði hann. Róbert nálgast teginn, Arnleifur komið tilbaka, Hlynur nær að grípa vel inn í þarna, hreinsar þetta frá. Hjalti, Steinar vinnur á hann og boltanum, en missir hann frá sér aftur. Daði og Arnór mættur einnig. Róbert reynir fyrirgjöfina, beint í Jón Gísla. Árni skiptir yfir til hægri og þessi er óvinnalega fyrir Róbert. Allt að gerast. Tökum bara strax. Árni snöggur að þessu, reynir að finna Viktor en Andi Hóti gerði nóg til að trufla hann það. En leiknismenn bara með ágætis tök á þessum leik. Núna verðast sleiknir aðeins út af laginu Skagamenn. Það er komin töluverður pirringur enn í Skagan. Skagamenn vinna boltan. Steinar tilbaka á Jóhannes. Jón finnur Arnór. Hlynur lyftir honum hérna út á Gísla. Hann tilbaka á Jón. Jón Gísli með flotta sendingu frá Indriða. Indriði nær fyrirgjöfinni hér en aftur fyrir vilja fá hotspyrnu Skagamenn, fá ekki. Spurning hvort að þeir hafa eitthvað til síns mál sér. Erfitt að sjá það af þessum myndum. Daniel Indriði gerir vel hérna, vinnur á honum boltan og brotið á honum. Togaði niður hérna.
Kemur Arnór með þessa aukaspyrnu. Hlynur leitar að þessu, nær honum ekki. Það Andi Hóti sem skallar þetta frá. Það innkast? Það þessi ekki. Nei, innkast. Svona hvort að Jón Gísli kemur með hann langan núna. Já. Viktor klár hérna út á vítateigslínu. Leitar að Hlyni. Þetta horn. Þetta hlýtur að vera hornspyrna. Kemur Arnór með hornspyrnuna yfir á fjársvæði. Hlynur stekkur hæst, boltinn laus í teignum. Sór hreinsar þetta frá. Og hvað að gerast nú? Höfuðmeiðsl. En Skagamenn voru með boltann, en þeir væntanlega fá hann bara aftur. Johnny, við byrjum með hann hérna sem þú varst með hann. Beintir í bótt. Hlynur! Ístu inni, við fáum hann hérna. Skaginn á. Viktor! Rotti hei! Gunni, lengra frá með hann. Jón lyftir þessu beint inn á teiginn. Viktor út úr markinu og grípur þetta vel. Já, það reynir á andlegu hliðina að halda haus við þessar aðstæður og til að má ekki gleyma því að Skagaliðið hefur ekki verið að venjast miklu mótlæti undanfarið. Nei. Þannig að þá reynir á hvernig menn ná að halda fókus við þessar aðstæður. Steinar á fleygiferð hérna, boltinn tilbaka á Viktor, nær að hreinsa þetta frá. Viktor nær ekki að taka með sér. Fær högg hérna og langur bolti, góð sending en Árni Marino svipar vel. Albert ekki mikið verið í boltanum sen að koma inn á. Nei. Sérðu einhverja fleiri líklegar skiptingar hjá Skagamönnum? Það ekki mikið að sóknarmönnum á bekknum. Nei. Það spurning. Það allir Martin Theodorsson sé ekki líklegastur til þess að koma inn á. Ég vona það allavega. Svo við rifjum upp stöðun í öðrum leikjum. Þróttur 1, Njarðvík 4, Selfoss 1, Ægir 0, Afturelding 0, Grótta 1. En leiknismenn hér í sókn. Robert. Boltinn inn á teiginn. Jón Gísli, þarna sáum við Indrifa mættur í hjálpavörnina með Arnlefi. Rangstað dæmt hér á Viktor. Koma leiknismenn. Daniel út á Robert. Fer í árásina á Arnleifur gerir þetta vel að þessu sinni. Arnleifur vantar möguleika hér. Eftir hann út á Albert. Albert aftur á Arnleif. Arnleifur fer á stað. Steinar missir hann frá sér. Vel gert hjá Alberti að það. Leiknismenn að undirbúa skiptingu. Þá koma Skagamenn, þú þurfa að fara að fá mark. Jón Gísli með boltan inn á teiginn. Andi Hóti skalla frá. Daniel tilbaka á Ósvald sem að lyftir honum fram. Hlynur gerir vel. Arnór og Jón. Aftur á Arnór.
Skagamenn halda honum fyrir finna enga leið fram á við og sjáum að þannig Heimis að sækja Breka Þór. Þá skipting hjá Leikni. Spurning hver fer af velli. Árni Elvar Árnason, svo sem maður var bjóst alveg við því að hann færi út af í hálfleiknum. Getur gengið sáttur af velli. Sindri Björnsson kemur í hans stað, leikmann nr. 88. Breki Þór Hermannsson að gera sig tilbúinn hjá Skagamönnum. Þá spurning fyrir hvern. Já. Það, heldur að við fáum, eða verður bara sóknarskipting geti verið Gísli Laxdal eða jafnvel einhver úr varnarlínunni. Miðjumaður kannski. Viktor. Nei, rangstæður. Kom úr rangstöðu, já. Sýndist það 20 mínútur eftir. Núna. Nei. Og ekki gerir skiptingu. Indri á þennan. Og Viktor skallar þetta inn fyrir en aðeins og framalega. Viktor á Ósvald. Fínasta pressa hjá Skagamönnum en Leiknismenn gera vel í að leysa þetta hérna. Vinnan samt. Já. Arnór. Steinar. Það smá pláss hérna núna. Kemur með hann inn á fjær. Aðeins og hár í rauninni fyrir Viktor. Ágætis sókn hjá þeim. Indri, já. Allir fari ekki bara í 4-4-2. Það ekki ólíklegt. Fýllleikur, Andrea. Já, svona tilnum dagsins. Já, hann afmæli í dag. Já, og sko hann til hamingju með það, sjálfsögðu. Og þá samanliðis Alexander Már Þorláksson. Sjálfsögðu. Það ansi algengt að tvíburar eigi afmæli sama dag, en ekki alltaf. Ekki algilt. Nei. En yfirleitt á sama ári. Það er enn sjaldgæfara að... Já. En... Albert fer inn á miðuna og Bergi fer út. Já, Albert getur leyst þá stöðu náttúrulega. Var nú algengur í þeirri stöðu í sínu svona fyrra tímabili með IA þegar hann var að koma upp. Já. Jón Gísli með boltan inn á tegin. Arnór leggur þetta út. Arnleifur aðeins frá því að komast í þennan. Albert. Já, Steinar. Já, það verður gaman að sjá hvernig þetta breytir leiknum. En Albert að sjálfsögðu mun sóknar sinnaðri kannski heldur en Indriði allavega eins og Indriði hefur verið að spila hjá IA. Þó að hann sé og hafi nú verið gegnum tíðina meira framlíkjandi, svo sem. Þróttarar að krafsa sig inn í leikinn gegn Njarðvík á heimavelli, staðan 4-2 þar. Þvílíkur fyrri hálfleikur í Njarðvíkingum. Já, í rauninni bara fyrst í hálftími, nánast. Þetta... Skrítin sending. Já. En Skagamönnum fer að liggja á. Albert hörku tækling hérna hjá Andi Hóti og víst hann dæmir. Spurning hvort hann spjaldar hann þá. Nei, líklega ekki. En hann getur tækifæri fyrir Skagamenn. Já. En eitt fastleikadrið hérna. Leiknismönnum
Þeim hefur tekist að bæja hættunni frá í öll skipti nema 1. Kemur Arnór. Snýr þetta út í teginn. Viktor í baráttunni. Só skallar frá. Leiknismenn eiga frákastið. Róbert á Hjalta. Hjalti gerir þetta vel. En ekki eins vel. Ægismenn búin að jafna á Selfossi. Það er staðan 1-1. Selfyssingar búin að koma vel tilbaka eftir þetta 9-0 tap gegn Aftureldingu. Já. En Hábolti. Yfir á Gísla. Gísli nær að taka niður. Albert nær þessu ekki. Gísli féll nú við þarna og stúkan rangaði við sér. Jón Gísli lyftur þessu inn á teginn. Þetta er þægilegu bolti fyrir Viktor. Kannski óþarfi þetta var svona ótímabær sending. Já. Þannig séð þess að fyrirgjafir svona langt utan að kanti yfirleitt frekar þægilegar fyrir markmenn og vardamenn. Hlynur Sævar skallar þetta á Gísla. Gísli tilbaka á Jón Gísla. Albert á Jón er leysa þetta ágætlega. Jóhannes Val. Ég sýndist nú leiknismenn vera að undirbúa 2-faldaskiptingu. Val á Viktor sem setur hann inn fyrir á Steinar en Viktor Freyr vel á verði. Hann hefur þurft að bjarga og hefur staðið við það sem hann hefur þurft að standa við. Mjög flottur. Minnum enn og aftur á leik Ía og Fjölnis í annarri deild kvenna hér annað kvöld í beinni hjá okkur. Ansi sprækur með boltan Róbert Kvindal Átnarsson. Mjög. Það verður þetta eiga þetta, já. Leiknismenn ekki alveg sammála en Aðstoðardómarinn, skipting næst! það er Spjald. Daniel að næla sér í gult spjald. Já, töfulskipting. Hver er að koma að velli fyrst? Davíð Júlían Jónsson númer 30 að koma inn á. Og 9 út, heyrðist mér. já, Róbert Hauksson. Fyrsti markaskorarinn. Og Róbert Kvindal. Báðir Róbertarnir er að fara út af. Báðir búin að eiga mjög góðan leik. Það eru leikmaður með 30, Davíð Júlían Jónsson og leikmaður 21. Skelsson Veseli. Báðir fættir 2004. Já, nú, og það er alltaf svona nokkrir ungir og efnilegir þannig úr Breiðholtinu. Já. Arnór Smárasson með Arnleifur missir á honum. Það var góð sending. Arnleifur er ekki að halda honum inn á.
Nú vinnur tíminn bara með leiknismönnum. Já, það er... Já, Gísli skallar þetta fram, Viktor nær ekki að tengjast þessum, Arnleifur fer á stað og brotið á honum hér á mjög álitlegum stað. Sjáum þetta hérna aðdragandan að þessu, Arnleifur gerir þetta vel. Það er Veseli varamaðurinn sem að brýtur á honum hérna og það er Arnór Smárason. Sem að tekur þetta er náttúrulega bara hreint og klárt skotfæri. Mætti kannski skýin aðeins hörfa í augnablik. En Arnór, sjálfsögðu spyrnumaður, góður kemur með spyrnuna hér, fer undir vegginn en beint á Viktor Frey. Leit ágætlega út en Viktor Frey rétt staðsettur þarna og ekki í töljanlegum vandræðum með að verja þetta. En fast skot hjá Arnóri. Skam er búinn að vinna hann aftur. Albert út á Gísla. Albert fer inn á teginn. Gísli setur hann inn á teginn. Steinar. Heldur hann inn á? Nei, missir hann út af hópinn. Tíminn eftir. Já, þessi síðara hálfleikur er búinn að líða full hratt fyrir mitt leyti. Spurning hvort að Skagamenn eiga í rauninni einhver tromp upp í erminni. Albert vinnur þennan. Finnur Viktor á Gísla, Gísli reynir að finna Steinar, gengur ekki. Svo með góða snertingu þarna, vel spilað. Daniel. Davíð. Albert vinnur hann fyrir Skagan. Kemur Steinar. Hjalti á eftir honum og brýtur á honum eða hvað? Nei, hann tæklar boltan. En greinilega tók nú Steinar líka. Ómar. Árni Marino. Missir hann inn. Og þar með leiklokið. Já, þetta var dapurt. Já, það er eitthvað við leikni sem að, bara er ekki að virka fyrir Skagamenn. Nei, þetta er bara að ekki veita. En þetta er nú væntanlega, við erum að sjá þetta aftur hérna, en þetta er sjálfsagt eitthvað sem Árni Marino vill ekkert endilega sjá aftur. Nei, það er ekkert það fer ekki í neitt eða neitt, þetta er bara mistök. Því miður. Já, ekki það, óþægilega nálægt honum og allt það, en maður ætlast kannski til þess að, en já, ég held að sé óhætt að segja að þetta er bara búið spil. Náttúrulega. Spurning bara, já, það er þá eitthvað ótrúlegt ef að Skagamenn ná einhverju út úr þessum leik. Við sjáum að Árni Salvar er að koma inn á. Já. Lengskiptingu við Steinar, nær að fleita þess áfram, Arnleifur nær ekki að, jú, hann er að halda sinna á en aftur fyrir Árni Salvar Heimisson að koma inn á fyrir Arnleif. Fari í 3 manna. Árni Salvar fer. Hann fer væntanlega bara fram, hann gerði það á móti afturheldingu og kraftur í honum. Já, hann vantar aldrei vinnuframlag á þessum bænum. En vinnur skalla hann, en þvílíkur erfiður við að eiga hann Ómar Só, þessi bolti ekki út af, þessir út af eins og það er gætir pirrings
Verður áhugavert að fylgjast með hvort að menn ná að framfylgja hérna þessum nýju áherslum sem verður að kynna í enska boltanum varðandi framkomu varamanna og þjálfara og eins þessi hópmótmæli inn á vellinum hvort að menn hafa í rauninni það sem að þarf til þess að og hver er það? Það er Hjalti. Já, hvað spjald? Albert fann greinlega fyrir þessu, heyrðist mér. Arnór Steinn í fer af Ómar svo, já. 5 mínútur eftir, já, ég ætla ekki að maður ekki kannski, maður reynir að ríghalda í von en mark núna, já, maður hefur séð ótrúlegustu hluti gerast svo sem en ekki með að við framstöðuna í þessu leik, þá átti maður ekki vona því. Nei. Kemur hótspyrnan og það er þrumuskalli rétt framhjá Viktor að finna sér færi hérna. Frábær hótspyrna og þessi skalli er nú ekki íkja langt framhjá. En þetta er svona á öðrum degi hefði þessi örugglega farið inn. Já. En allavega leiknismenn í rauninni bara búin að spila þennan leik virkilega vel. Hvað segirðu? Þeir eru undirbúið skiptingu. Það er Davíð. Vesely tekur hlaupið. Út í teginn, svo næra tían upp og setur 5. markið. Þrenna, Ómar svo með þrennu. Þetta var of einfalt. Já, bara skalið, bara kannski búið að segja þetta bara gott, henda handklæðinu. Fimmur. En þrenna hjá Ómar svo, þetta er 5. markið hans gegn IA í sumar. Já. Hún var frábær í dag. Skaginn bara ræður ekki við hann. Hafa engin svör. Sjáum hérna Vesely og sjáum tíman sem hann hefur hérna bara til að afgreiða þetta bara í hornið. Og þá er skipting hjá, það er Patrik Rinivicki. Ég ætla að vona ég sé að bera þetta næstu í rétt fram allavega. Og hver er það sem kemur af velli? Hjalti. Hann er gul í spjaldi, þannig að Hjalti fær gott low attack á leiðin út af. Þetta er þetta minnir margt, þessi leikur minnir mig margt á leikinn sem var hérna í síðustu umferð í Mosfellsbænum. Lið sem allir héldu að væri bara ósnertanlegt á þessum tíma, í rauninni tapaði tiltölulega samfærandi á móti IA sem og jafnvel IA var ekkert endilega stjórnarleiknum mikið, afturhaldið mikið með boltan, svipað eins og hér. En Skagamenn nýttu færin, leiknismenn hafa nýtt færin í dag. Já, það er bara svolítið hannig. Hörku tækling hjá Ósvald þarna. Maður leiksins. Það er ekki erfitt að velja það svona ef við horfum á bæði lið. Já, ég held að það sé erfitt að fara að nefna einhvern til Skagamönnum sem hefur búin að vera eitthvað. Já, við höfum nú haft það fyrir venju samt. Já. Og kemur hótspyrnan, Árni Salvar, fleytir honum áfram, Steinar síðan inn í 8. markinu og býtur nú við hvað er að gerast þarna. Hlynur Sævar í smá, það var í þarna, en við erum kannski með þetta hérna. Allavega var Hlynur eitthvað ósáttur. Þarna. Breki, já. Og það er Viktor Freyr nær hann að halda þess inn á, hann gerir það.
Spurning hvort við getum séð þetta aftur hérna, hvað að ske hérna. Rifið niður hann að Hlynur og sparkað í hann. Það spurning, hann Hlynur. En já, það virðist vera, það spurning hvort við náum að sjá þetta örlítið hægar. Það var eitthvað. Það var eitthvað að gerast þarna. Nei, ég ekki held að... Steinar tekið niður hana. Patrik. Guldspjald. Guldspjald á... Varamanninn. Já. 90 mínútur. Komnir á klukkuna. Arnór, Viktor, nærtaka við honum. Arnór á Albert. Skagamenn varla búin að fá færi úr opnum leik í þessum leik. Nei, það ekki mikið þau allavega. Það var... Föst leikatri, já, aukaspyrnur og horn en úr opnum leik. Það var leiknismenn búin að vera virkilega öflugur í varnarleiknum sinni. Já, ég ekki óhætt að segja að þetta sé bara í rauninni, enda ekkert annað hægt í 5-1 sigur, það ekki annað hægt að segja en að þetta sé verðskuldað. Já. Þetta bara algjörlega verðskuldað. Þó að vissulega, mörg breyta leikjum hefðu Skagamenn nýtt eitthvað að færa sem þó fengu þessum möguleikum sem þeir fengu í stöðunni 2-1. Já, en þeir gerðu það ekki. Nei, en bara það var í rauninni byrjun fyrri áleiks og byrjun seinni áleiks sem var bara fór í rauninni með þetta. Já. Í dag. Það verður bara að segja viðurkennast. Það bara svolítið þannig. En Káramenn sáum að stigasöfnunina á Skaganum í dag þá. En staðan orðin 5-3 hjá Þrótti og Njarðvík. Ótrúlegur leikur í gangi þar. Selfoss Ægir ennþá 1-1. Og Grótta ennþá yfir gegn Aftureldingu. Það var ótrúlegt að lið sem hafði ekki tapað leik sem jafnvel að tapa 2 í röð og báðum á heimavelli. Steinar Hóti á undan, kemur þessu frá. En já, hvern myndur þú velja af Skagamönnum svona sem bestan? Viktor Jónsson. Viktor Jónsson, ég held að það sé alveg rétt. Ég sammála því. Skorar og búinn að vera bara freka svona busy í teig. Það hefur kannski dregið á honum í síðara áleikum. Já, ég hef ekki búinn að fá mikla þjónustu í þessum leik en bara skástur í dag. Hlynur Sævar algjörlega búinn að missa þessin. Hann að íta þarna í Ómarsá. Nú þurfum við bara að passa okkur að missa ekki, þú veist, að fara að detta í einhver leikbönu og eitthvað rugl. Steinar með skotið rétt fram hjá. Þetta var ágætt. Sjáum hérna aftur. Ágætisfæri. Steinar nær bara ekki að snúa þetta inn fyrir stöngina. Spurning hversu miklu bætt við hérna. Gísli, frábær vörn hjá Ósvald, Hlynur og sendingin frá Alberti ekki nógu góð. Jón Gísli snýra bara bak í boltinu. 15 sekúndur eftir, sagðan. Já. Ég held að Skagamenn vilja bara gleyma þessum leik. Já, ég ansi viss það. Og býst við því að leikurinn sé flautaður af hér. Hann gerir það. Og
Já, þetta er ekki það sem að maður bjóst við, svona hérna rétt fyrir Vestmannaeyjahelgi, eins og ég segi, Skagalið búið að vera á mikil siglingu undanfarna vikur og þetta er aldeilis til þess að rífa mennir á jörðina. Já. Ég talaði að fyrir leik hvort að menn gætu orðið værukærir eftir síðasta leik og er það kannski það sem var að gerast? Það sé bara nokkuð ljóst að það hefði gerst, því miður. Já, þetta er maðurslegin. Yfir þessu, skulum bara byrja að rifja upp mörkin, hérna, það var Ómar Só sem að kom, Róbert og afturheldinga jafna gegn Gróttu í uppbótartíma, sjáum hérna fyrsta markið, Róbert með hnit með að skota á nærstöngina, annað mark og sitt fyrsta mark skoraði Ómar Só á miklum spretti hérna, ég er vissum að Hlynur og félagar eru sáttir að þurfa ekki að mæta honum aftur í sumar. Maður veit aldrei hvað gerist í þessari úrslitakeppni fyrirkomulagi. En Viktor Jónsson minnkaði muninn á 29. mínútu fyrir Skagan eftir hornspyrnu frá Arnóri Smára með góðum skalla og þá svona þarna fannst manni eins og það væri einhver endurkoma á leiðinni en síðara hálfleikurinn var 13 mínútan gamall þegar að Andi Hóti bætti við þriðja markinu fyrir Leikni. Eftir frábær undirbúning frá Róbert Kvendal. Já, og síðan var það Ómar Só sem bætti við síðustu 2 mörkunum á 5 mínútna kafla. Fyrst á 82. mínútu. Fer hérna bara í árásina og Árni Marinó gerir sér sekan mistök. Og en þetta sjálfsögðu réði ekki úrslitum í leiknum en þessi fína afgreiðsla hjá Ómari Só þrenna frábær leikur hjá honum og frábær leikur hjá Leikni. Já. Vel að þessu komnir þetta auðvitað staðan í deildinni hefur við erum að tala Grótta jafntefli á móti afturheldingu. Leiknismenn náð þar alveg að slíta sig frá Gróttu því að afturhelding er að jafna þá en Skagamenn sitja þá eftir í 3. sæti 2 stigum á eftir Fjölni þó að við eigum þarna leik til góða gegn Gróttu sem er í næstu viku frestaður leikur og það verður forvitnilegt að sjá hvernig Skagamenn koma tilbaka eftir það. Já. En við förum að segja þetta gott. Auðun, það hefur búið að vera bara dásamlegt að hafa þið hérna með mér. Já, takk fyrir það. Takk fyrir að hafa mig. Og Snorri Kristleifsson sem að sáum myndavélina hjá okkur í kvöld og áður en ég kveð þá ætla ég að minna enn og aftur á leik ÍA og Fjölnis í annarri deild kvenna hérna á Norðurálsvellinu sem verður í beinni útsendingu hjá okkur. Sá leikur hefst 19:15. Ekki missa því en þangað til næst þá bara bið ég ykkur vel að lifa. Takk kærlega fyrir okkur.